Góðan dag, kæru vinur, og verið velkomin á aðventustund í Blönduóskirkju. Það hefur verið árlegu viðburður að halda hér aðventustund fyrir allar sóknir prestakalsins, Þingeyra klausturs prestakalls, og við gerum það í ár en reyndar með örlítið breyttu sniði. En við reyndum nú að halda svona þeim liðum í dagskránni sem hafa verið. En gjöruðu svo vel og njótiði. Við erum fermingarbörn vorsins 2021 og ætlum að lesa jólaguðspjallið. Jólaguðspjallið stendur skrifað í Lúkasar guðspjalli, öðrum kafla og hljóðar þannig í Drottins nafni. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetning og var gerð þá Kýreníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru það allir til að láta skrásetja sig hvert til sinnar borgar. Þá fór Jósef úr Galilíu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem. En hann var af ætt og kyni Davíðs að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var dúkuð. En meðan þau voru þar kom sá tími hún skyldi vera léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu að því eigi var rúm fyrir þau í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill Drottins stóð hjá þeim og dýrð Drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði þá: Verið óhræddir, því sjá, ég boða yður mikinn fögnuð, sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur Drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks: þér munuð finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu, og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnunum. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli: Förum beint í Betlehem að sjá það sem gerst hefur og Drottinn hefur kunngjört okkur.
sagt þetta og allir sem heyrðu undruðust, en þegar hirðarnir sögðu þeim, en María geymdi þetta allt í hjarta sér og hugleiddi það. Og hirðarnir snéru aftur og vegsömuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð, en allt var það eins og þeim var verið sagt. Nú ætla ég að lesa söguna óskir trjánna. Saga 3 lítil tré. Angela Evel Hunt endursaði. Tim Junke myndskreytti. Hver kynslóðin af annari hefur flutt söguna trén 3 frá foreldrum til barna. Á jólum og páskum hefur hún verið sögð í kirkjum og meira að segja hefur tónlist verið samin við hana. Eins og oft gamlar og góðar sögur höfundur hennar ókunnur. En honum á ég innilegar þakkir að gjalda, segir skrásetjarinn. Einu sinni stóðu 3 lítil tré upp í fjalli nokkru og létu sig dreyma hvað biði þeirra þegar þau yrðu stærri. Fyrsta tréð leit upp í skínandi bjartan næturhimininn, en þar sindruðu stjörnurnar eins og litlir demantar. Það sagði, ég vil verða gullkista, geyma fjársjóð
og svigna af gulli og verða troðin af dýrmætum eðalsteinum. Ég verði langfallegasta gullkistan í öllum heiminum. Annað tréð horfði á lækjarsprænu skoppa niður fjallshlíðina í átt til sjávar. Ég vil verða stórt og sterkt skip, sagði það. Ég vil fara mikil höf og sigla með volduga konunga. Ég vil verða sterkasta skipið í öllum heiminum. Þriðja tréð renndi augum yfir dalinn fyrir neðan, en þar í þorpinu var fólk á ferð og flugi í dagsins önn. Ég vil bara alls ekki fara af þessu fjalli, sagði það. Ég vil verða svo stórt að þegar fólk horfir á mig, þá líti það til himins og hugsi til Guðs. Ég vil verða stærsta tréð í öllum heiminum. Árin liðu hvert af öðru, það rigndi og sólin skein í heiði, litlu trén 3 urðu stór og bústin. Dag nokkurn gengu 3 skógarhöggsmenn á fjallið. Fyrsti skógarhöggsmaðurinn leit á fyrsta tréð og sagði: Þetta fallegt tré og hentar mér alveg prýðilega. Hann hóf upp öxi sína á loft og sólin glampaði á axablaðið. Fyrsta tréð féll til jarðar. Nú verður smíðu gullkista úr mér, hugsaði tréð. Ég mun geyma stórkostlegan fjársjóð. Annar skógarhöggsmaðurinn leit á annað tréð og sagði: Þetta tré stórt og hentar mér alveg prýðilega. Og hann hóf líka öxi sín á loft og sólin glampaði á axablaðið. Annað tréð féll til jarðar. Nú mun ég sigla öll heimsins höf, hugsaði tréð. Ég verð sterkbyggt skip sem sæmir konungum. Þriðja tréð brá heldur en ekki brún þegar þriðji og síðasti skógarhöggsmaðurinn leit á það. Það stóð svo beinvaxið og hátt og benti djarflega til himins. En skógarhöggsmaðurinn kærði sig kollóttan og það söng í öxinni. Hann tuldraði: Mér svo sem sama hvaða tré ég fæ. Og þriðja tréð féll til jarðar. Fyrsta tréð gladdist innilega þegar skógarhöggsmaðurinn dró það til trésmiðs nokkurs, en það hvarflaði ekki að iðjusömum trésmiðnum að gera úr því gullkistu. Nei, vinnulúnar hendur hans smíðaði úr trénu jötu, handa skepnum. Tréð sem eitt sinn var svo fagurt á að líta, svignaði ekki að gulli né dýrum fjársjóði. Það var þakið sæi og fyllt með heyi handa soltnum búpeningi. Annað tré brosti með sjálfum sér þegar það var flutt til skipasmiðs. En þann dag var ekkert tilkomið mikið skip smíðað. Tréð sem eitt sinn hafði verið svo sterkt var sagað niður og úr því smíðaður ósköp venjulegur fiskibátur. Báturinn var svo lítilfjörlegur og veikbyggður að hans beið ekki einu sinni sigling á fljótum, þaðan af síður úthaf. Nei, hann var fluttur á lítið stöðuvatn. Á bátnum lagði megn fisklykt, því á hverjum dregi kom hann með vænan afla að landi. Þriðja tréð varð afar skelkað þegar skógarhöggsmaðurinn hjóð það niður í sterka bjálka og setti í timburgeymslu. Hvað hefur gerst, hugsaði tréð með sér undrandi, það sem eitt sinn hafði verið svo hávaxið, og ég sem vildi aldrei annað en vera upp á fjalli og benda til Guðs. Og margir dagar gengu hjá og nætur liðu. Trén 3 gleymdu næstum því draumum sínum. Nóttina helltist gullin stjörnuljómi yfir fyrsta tréð þegar ungkona lagði nýborið barn
sitt í jötu. Ég vildi óska þess að ég gæti búið til vöggu handa honum, hvíslaði eiginmaðurinn hennar lágum hljóðum. Móðirin unga þrýsti hönd hans og brosti blíðlega. Stjörnurnar vörpuðu ljóma sínum á mjúkan og sterkan viðinn. Þessi jata er falleg, sagði hún, og skyndilega áttaði fyrsta tréð sig á því að það geymdi mesta fjársjóð veraldar. Kvöld nokkurt fór þreyttur ferðalangur ásamt vinum sínum borð í gamla fiskibátinn. Ferðalangurinn lagðist til svefns leið og báturinn sigldi hljóðlega út á vatnið. Allt í einu skall á stormur mikill með þrumum og eldingum. Háar öldur risu á vatninu og lömdu bátinn að utan og litla tréð skalf og nötraði því að það vissi mæta vel að báturinn var allt of veikbyggður til að geta staðist svona ógurlegan storm og mikið úrfelli og skila svo mörgum mönnum heilum í höfn. Þreytti ferðalangurinn vaknaði, hann reis upp, rétt út hönd sín og mælti: haf hljótt þig, og storminn lægði jafn snögglega og hann hafði brostið á, og það varð stillilogn. Og skyndilega áttaði annað tréð sig á því að það flutti konung himins og jarðar. Föstudagsmorgun okkur var þriðja tréð alveg forviða, þegar bjálkar úr því voru dregnir harkalega úr löngu gleymdum viðarstafla. Það kveinkaði sér þegar það var borið í gegnum mikinn mannfjölda sem steytti hnefann reiðilega og lét hæðnisorð fjúka og ótti mikill hljóp æðar þess þegar hermenn negldu hendur manns á það. Því fannst það vera ljótt, grimmt og vægðarlaust. En við sólaruppbrás á sunnudagsmorgni, þegar jörðin titraði af fögnuði og gleði, skildi þriðja tréð að kærleikur Guðs hafði öllu breytt. Hann hafði gert fyrsta tréð öllum fegurra. Annað tréð hafði hann fyllt styrkleika og í hvert sinn sem menn hugsuðu til þriðja trésins var hugsun þeirra beint til Guðs. Það var betra en að vera heimsins hæðsta tré.
Nú ætla ég að lesa fyrir ykkur ljóð eftir Matthías Jochumsson og ljóðið færir okkur aftur í tíman, inn í baðstofuna, í einfaldleikan. Fullvel man ég 50 ára sól, fullvel meir en hálfrar aldar jól, man það fyrst sviptur allri sút, sat ég barn með rauðan vasaklút. Kertin brunnu bjart á lágum snúð, bræður 4 áttu ljósin prúð. Mamma settist sjálf við okkar borð, sjáið, en þá man ég hennar orð. Þessa hátíð gefur okkur Guð, Guð, hann skapar allan lífsfögnuð. Án hans gæsku aldrei spritti rós, án hans náðar dæi sérhvert ljóð. Þessi ljóð sem gleðja ykkar geð, Guð hefur kveikt svo dýrð hans gætuð séð. Jólagleðin ljúfa lausnar hans, leiðir okkur nú að jötu hans. Síðan hóf hún heilög sagnamál, himnesk birta skein í okkar sál. Aldrei skinn né skilningskraftur minn, skildi betur jólaboðskapinn. Margan boðskap hef ég hálfa öld, heyrt og numið fram á þetta kvöld, sem mér kveikti ljós við ljós í sál, ljós sem oftast hurfu, þó sem tál. Hvað jafnvel höndum tekið hnoss, hismi, bóla, ský sem gappar oss, þótt þú vinnir gjörvallt heimsins glys, grípur þú þó aldrei nema fys. Ársól hver sem öllu fögru hét, ætíð hvarf á meðan rósin grét. Vorið hvert sem bauð mér betri hag, brást mér löngum fyrir vetradag. Lukkan sagði, vind upp mína voð, veröld alla gillir sólar roð, fyrir stafni leiftra sérðu ljós, lukku þinnar frægð og sigur hrós. Hvað var úr því öllu last og hrós, ór og blekking, grufl og villu ljós, hafi nokkur hreinan sálar frið, hjarta fegin skipti ég hann við. Þessi fáu fölu lukkublóm, fælast lífsins kalda skapadóm, allt vort hrós í hreggi veraldar, hrekst á milli drams og öfundar. Loksins það eitt það evangelium, oss býðst hjá tímans vitringum, trú hjátrú, heimur töfraspil, himinn Guð og sál ekki til. Ljá mér, fá mér litla fingur þinn, ljúfa smábarn, hvar frelsarinn? Fyrir hálmstrá Herrans jötu frá, hendi ég öllu, lofti, jörðu, sjá. Lát mig horfa á litlu kertin þín, ljósin gömlu sé ég þarna mín. Ég aftur jólaborðin við, ég á enn minn gamla sálar frið. Send
Kæru vinir, kæru sóknarbörn í Þingeyraklausturs prestakalli, þá er þessari stund senn að ljúka. Ég vil þakka ykkur fyrir að hafa fylgst með okkur og vonandi hafið þið haft einhverja ánægju af. Og ég vil nota tækifæri og þakka honum Eyþór, organistanum okkar sérstaklega, fyrir hans aðkomu að þessu verkefni. Þessi aðventurstund er sannarlega öðruvísi heldur en þið eigi að venjast og við eigum öll að venjast. Margt sem við höfum þurft að læra á þessu herrans ári 2020. En við vonum að á næsta ári verði þetta allt með gamla laginu. Við getum komið saman og fagnað saman hér í Blönduóskirkju á aðventunni. En jólaguðþjónusta verður send út frá Blönduóskirkju á aðfangadag klukkan 6 og frá Hólaneskirkju á Skagaströnd á jóladag klukkan 2. Og ef þið viljið heyra hátíðartón séra Bjarna Þorsteinssonar sungið, þá er samkvæmt venju aftansöngur í Dómkirkjunni klukkan 6 og nú verður einnig aftansöngur frá Hóladómkirkju klukkan 6, bæði úr Reykjavík og frá Hólum, dómkirkjónum okkar og örugglega líka úr Skálholti. En einnig er hægt að fylgjast með guðþjónustum frá flestum prestaköllum landsins. Kirkjurnar senda út á Facebook-síðum sínum yfir allar hátíðarnar guðþjónustur og einnig beint af heimasíðum sínum. En síðasta atriði hjá okkur hér í kvöld er að hann Eyþór ætlar að leika fyrir okkur af sinni alkunnu snilld orgelverk hér á okkar frábæra glæsilega hljóðfæri sem Blönduóskirkja á og ég bið ykkur að leggja við hlustir og gefa ykkur tíma til að hlusta til enda. En kæru vinir, ég kveð ykkur héðan úr rökkrinu í Blönduóskirkju. Guð gefa þið eigið ánægilega, friðsama og góða jólahátíð meðal ykkar nánustu. Þannig verði það í ár. Guð blessi ykkur öll og alltaf og gefi ykkur gleðileg jól.